kalla sig Ariana Grande og já, það er bara þannig, ég er ekki á leiðin á tónleikamiðinni. Þetta er lagið The Way. Það er ekki spila aftur hér í þessum þætti. En það er komin mánudagur klukkanorðin 4 og FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan, já, mánudaginn 27. maí. Og hann er settur hérna beint á móti mér eins og alltaf á mánudagum. Hann Björn Bragi, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Ég er mjög góður. Er það ekki? Jú. Ég fann það feeling. Já. Eftir helgina. Já. Já, ég En þú? Ég ætla að byrja að óska til hamingju með þína menn í Fylki. Já, takk fyrir það. Þeir voru að spila við Þóri í gerð, ekki? Já, náðu góðu markið þannig undir lokin. Fórst á völlin? Já, ég gerði ok, þú er kíkt. Já. Og já, væntanlega ekki skemmt þig vel sem fylkismaður. Það er alltaf gaman í lautinni, sko. Já. En nei, þetta var nú ekki, það var ekki úrslit sem að við óskuðum eftir. Nei, við valsmenn, við vorum sáttum með að gera það einn 4-0 sigur til Keflavík. Já, það var flott. Já, og svo er líka svaðleikur í kvöld, Breiðablik, KR Breiðablik. Já, nákvæmlega. Spurningum að kíkja hann og Pepsi-mörkina á sínum stað. Já, eru þau í kvöld? Já, þau eru kvöld. Ég er gaman að því. Fara svona að sjá bara allt sem gerist í leikjónum. Já, þú vilt svolítið fá bara allt upp í hendurnar þegar þú situr upp í sofa. Já, ég vil fá þetta bara beint í æð. Já. Bara öll mörkin og alla veisluna. Við Björns erum báðir í fantafíling þennan mánudaginn og það er kósí mánudagur hjá okkur strákunum. Það hefur ekki gerst lengi. Nei. Því að það er svona meira vetrardæmi. En það sem er nú frekar haustlegt úti að sjá. Og veðrið er eiginlega bara hálf ógæstlegt. Það er rigning og rók svona inn á milli allavega. Það er svolítið kalt úti, sko. Hérna í bænum, já, skítkalt. Og þannig að já, við ætlum að vera með kósí tónlist. Ég er búinn að spyrja á Twitter hvaða lög þið vilja heyra og líka inn á Facebookinu, FM 95 Blöð Facebookinu. Þannig að að gera að dæla lögum þar sem þið vilja heyra og það er allt svona rólegt og kósí á okkur strákunum í dag eftir þessa fínu helgi. Það var ekki gott helgina? Jú. Já, þú komst í geggjum búning í búningapartíið mitt. Já, ég var svolítið móðgæður að fá ekki búningaverðlunin. Já, hvað varstu nákvæmlega? Ég var Andy Garcia úr kvikmyndinni The Unsaid frá 2001. Basically bara í jakkafötum, nýkominn úr útskrift. Já. Þú fegst líka að heyra það í verslinni. Mér leið mjög illa, sko. Þetta var eiginlega verra heldur en ef að, sko, ég hefði mætt í búning í útskriftarveisluna, skilur þú veist, það sem allir eru í jakkafötum, að vera svo eini sem mætir í búning, það er alveg verra að vera í venjulegum fötum í búningapartíi. Já, þannig að það er frekar að taka hitt bara á þig að vera með alla aðtenglinn á þér í útskriftinni. Já, vera náttúrulega Forrest Gump eins og ég sagði þér. Já, það er enda, þú sagði mig það er stórkostleg hugmynd að búning að vera Forrest Gump í daginn. Og raka svona hliðarnar og þú veist, eitthvað svona. Já, verið svona kvítni jakkan, þannig að þetta er ekki erfiður búningur, sko. Nei, en þú varst að fórna þér í ógeðslega klippingu. Þú varst að fórna hárinu, sko. En þetta er, ég hvet alla hann úti til þess að halda svona þemapartí, þetta er hrikalega gaman. Já, mjög gaman. Það var líka góða metnaður í gestum í ár. Ég var mjög ánægður með þess að mamma fór all in, var Grimhildur og með það ekki hérna í Dalmessi. Grimhildur Gráman. Já, fór hann á kostum. Já. Þannig að þetta var hrikalega gaman. Og já, við eins og ég sagði ætlum að hafa kósí, við erum með, skemmtilega þáttsamt. Sturla staðarindir eru á sínum stað, við ætlum að hringja til Danmerkur. Já, sjálfsögðu. Og láta Dani heyra, við höfum ekkert látið Dani heyra það síðan við kepptum Eurovision. Þeir unnu. Já. Við gáðum þeim 12 stig, þeir gáðu okkur 1 stig, sem heitir skammar. Það er a disgrace, eins og kannin segir. Og alveg kominn tíma að láta það heyra það. Já. Við ætlum að vera með netmisnótkunna á sínum stað og bara fasta liði. Þið þekkið þetta, kæru hlustendur. Og á þessum kósí mánudag ætlum að byrja á kósí lagi sem ég veit að er miklu uppáld til að Björsa. Ljúfir tónar frá Ríönu og Mikki Ekko hér í FM 95 Blöð. Það eru Snoðrottan, Auðun Blöndal og Björn Bragi sem að heilsa ykkur á þessum fallega degi. Já, það er reyndar, hann er ekki sumarlegur, en hann er fallegur. Hann er fallegur. Já, það er svona haustsumar í gangi og það þýr ekkert að væli við því. Nei. Það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Ó, já. Og ég ætla að byrja á bandarísku leikkonni Amanda Bynes. Veistu hver það er, Björsi? Já, ég veit hvað það var að segja mér. Ég er inni í þessu máli. Já, hún er að tapa sér, þessi unga snót greið. Já. Og hún virðist bara eiga einhverjum erfileikum, það er ekkert flóknarlega það og nýjasta útspil hennar er hálf ógeðslegt en hún var að rífast við í Hönnu á Twitter núna helgina. Já. Sem væri nú kannski ekki frásögu værandi nema það sem að hún lét hafa eftir sér þarna, hún er þetta búin að taka út af Twitter núna. Já, en internetið er eins og hafið. Já, það geymist allt. Já. Geymast Snapchat myndi líka. Ég held það. Já. Ertu búin að senda tippamyndir? Nei, ég hef minnið því en ég hef sendt ógeðslega myndir einhvað sér. Þú hefur sendt tippamynd og ég hef líka gert það. Ég hef sendt mynd af mér nögtum, já. Já, og þú hef sendt mér. Já, 3 naginn. Já, ég hef sendt líka. En sko, en bara á mjög útvalda kallkynsvinu mínu. Já, og fáa sekundur.
Fáar sekundur og allt En Amanda Bynes, hún allt menn sem ég búin að þekki meir en 10 ár og kallmenn. Ég er ekki búin að þekka þig í 10 ár. Nei. En hún ekki að senda tippamyndir, hún Amanda Bynes. Hún hefði kannski frekur gert það heldur en það sem hún gerði. Já, hún sendi hér á Ríhönnu, hún var að senda einhver leiðind á hún og meðal annars skrifaði hún: Chris Brown barði þig að þú ert ekki nú falleg. Og vitnaði þar í líkamsárásina sem Rihanna varð af hendi fyrirverandi kærastans Chris Brown og bætti við: það vill enginn vera elskuð þinn og þess vegna kalla þú alla og mæðu þeirra, skrifaði Bynes, en hún greinilega skrifaði ekki, hún náði ekki að klára þetta þannig sko. Nei, ég veit. Annarkvort var hún bara mökk ölfuð eða út úr lyfjuð held ég, því að hún náði ekki svona klára setningar sem hún var að skrifa. Einmitt. Og þetta sorglegt og það leiðilegt hvernig við farið fyrir þessar leikun. Ég reyndar aldrei séðan að leika, en þetta svona Nickelodeon stjarna eða ekki, svona eitthvað Disney. Hún var í kvikmyndinni She's the Man. She's the Man, hvað myndi það? Herru, þess vegna fattar ekki hvaðan búningurinn minn kom. Að ég hef ekki séð þetta alveg myndir. Nei, ég reyndar hef ekki heldur séð bíómyndi með henni. Nei. En hún var vist orðin rosalega stór í Bandaríkjunum, en það alltaf niðurleið hjá henni í dag. En hvað hún gömul? Hún 20 held ég, 19 ára eða eitthvað. Hún slæri í gegn, bara mjög ung. Ég var að fletta henni upp, hún alveg 86 módel. Nei, byrju. Já, 86 módel. 86 módel, hvað það, 27 ára? Já. En hún greinilega mjög, það ekki allt með feldu. Nei, hún vinnur ekkert öllum sílendurum greið. Nei. En svona þetta. Við skulum halda árum með slúrið. David Beckham, hann ágætis snillingur og hann núna hættur að spila fótbolta. Hann ákvað að þakka móðir sinni og tengdamóðir fyrir allan stuðninginn á ferlinum með að gefa þeim sikkot Q7 jeppan, nei Q3 jeppa frá Audi. What a man. Já, what a man, David Beckham. Hann segir hér að þetta hefur verið bæði erfitt fyrir mömmans og tengdamömmans. Það að þurft að passa krakkan á svona, menn hann hefur verið að ferðast á milli landa. Já. Þannig að það að gera að henda bara nýjum bíl í þér. Já, þannig að krakkar úti, ef þið eru duglega að passa, þá getur þið fengið Q3 jeppa. Já, það ekkert leiðilegt að geta þakkað svona fyrir sig. Nei. Bara í mamma hérna. Takk fyrir hjálpunum helgina. Já. Bjalla. Finnst þér stundum, ég ekkert að efast David Beckham. Nei. Topp maður í alla staði. Já. Stundum hugsa ég... Mér finnst hann æðislegur. Og ekki fara að tala illa um hann. Nei, ég ætla ekki að tala neitt illa um hann. Þetta ekkert slæmt Nei. En svona eins og þegar hann fór til Paris Saint-Germain og eitthvað svona tilkynnt á blaðamannafundur hann ætlaði að gefa góðgerðarfélögum öll launin sín og eitthvað svona. Já. Finnst þér stundum eins og hann taki allar ákvarðanir út frá því að líta geðveitt vel út? Já, bara þetta sé allt svona eitthvað PR-dæmi hjá hann. Nei, og ég ekkert samt að segja að hann sé eitthvað rótina innan, hann er mjög góður náungi, en það er ekkert í öllum aðstæðum kemur hann ógeðslega vel út, Já, hann hefur valla átt feilspor á ferlinu þegar kemur að ímyndlega sé. Jú, hann var eitthvað orðað við Rebecca Loose eða eitthvað svona, eitthvað PR á Spáni, en ég held að hann sé bara fáránlega góð manni. Ég held að sé það líka, algjörlega, ég var ekki að segja hann var ekki. Virka þannig einhvern veginn á mann. En svo að segja, kannski hann líka með frábæran blaðafulltrúða, eða publicist. Sem eitthvað svona, heyrðu, það væri sniðugt núna, þú myndir kannski gefa mömmuðinni og tengdamömmuðinni jeppa. Og hann eitthvað, ok. Já, hann bara svona býtur hvað okkur, kannski þannig típa, hvað okkur í anskotum og ég var að gefa þeim jeppa. Svo gefa þeim nóg. Þetta fyrir blöðin og hann fær alveg 1.000.000 kúlstig fyrir þetta. Já, allavega mér að vera fjallum hann hérna í FM 95 blöð. Og þá er hann komin á toppinn. Já, og svo ætla ég enda slúrið á Richie Sambora. Hann gítarleikari Bon Jovi og hann ekki á ferðalagi með núna eftir hann reifst við John Bon Jovi. Ekki fyrsta og ekki síðasta sinn, en nú var hann að segja í viðtalið að hann vill fara að hitta strákan aftur. Búinn að fyrirgefa Bon Jovi þetta rifrildi, en það er spurning hvort að John Bon Jovi taki á móti kallinum. Þetta er bara svo bræður þess. Þannig eru tveir töffarar, Richie Sambora og Bon Jovi. Já. Hvað er mikill auðlið maður. Við erum með Cozy mánudag. Já. Okkur var ekki með Always eða eitthvað tilbúið núna. Já. Þetta var slúður dagsins, það er aldrei að vita um Always detti inn og eftir því að við erum með Cozy mánudag í svona köldu veðri. Og næsta lag er Cozy. Það er Outlandis, Warrior og þeirra á leiðin til Keflavíkur verða á Keflavík Music Festival. Tekja á því. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni. Sena.
is the worst place on earth. What? Vinsælasta grín þríleik allra tíma. Strange email. I think it might be from Chow. This says Chow. I thought it was Chow like goodbye. You know, like Chow, arrivederci. Papa John. Við það að ljúka. So what are you doing down here? The Hangover Part 3. Frumsýnd 29. maí. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna Hjálma, CCA, Valdimar, Jónas Sig, Ásgeir Trausta, Ólaf Arnalds, Pál Óskar, Bubba, Sign, Sólstafi, Skálmöld og hinn einu sönnu Stílort á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa af stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Nú fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store og Google Play. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á Kósi, mánudag í FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag í þessum líka fína fíling. Já. 27. maí, þá lítið kannski ekki út fyrir það, já, á veðrinu. Mér þú nú aðeins gera of mikið úr því að sé svona vont veður. Já, ég var að... Það bara aðeins svona grátt. Já, ég var að taka saman á hann í gallu, það var bara rigning og rók og eitthvað. Hættu þessu bara. Og ég var án þreyttur á sig einhvern veginn. Ég vil fara að fá sól. Manstu hvernig það var í fyrra? Geggja. Já, ég meina það verður alveg geggjað aftur. Neldra? En hvernig leit garðurinn þinn út, segir? Já, ég var að taka saman tjaldið. Já, af því að sko, þeir sem að eru að hlusta. Já, það var partí, já, þér auðviti. Já. Og þú varst búinn að búa til svona skýri, eins og í Lord of the Rings. Já, ég var með svona hérað. Já, hérað. Shire. Já. Sko, en það var ég reyndar... Þú gengur svolítið langt. Já, það líka bara gaman ef þú ætlar að halda þetta á annar borð, að fara á linn. Ég, seglagerinn Ægir, ég fekk tjaldið á þeim sem var hrikalega nett og svona var eins og Shire. Já. En það var eina að finna þegar ég fór að sækja, þá sagði kona mér að þetta væri mjög létt að enda þessu upp, bara getur verið 2 það myndi taka okkur svona 20 mínútur. Já. Ég held hún hafi ekki fattað að hún var að tala við mann sem á erfitt með að skipta ljósaperu heima á sér. Já, hvað tók það langan tíma? Já, við fengum minn Gunna til að koma að hjálpa okkur og við vorum í klukkutíma en sko, þeir voru líka bara að stríða með hann og Sverri. Þú vorum að byrja að setja upp tjaldið, þá lág við svona, þá biðu þeir bara til að sjá hvað ég myndi gera. Og ég náttúrulega bara gerði mitt gamla góða trikk, ég bara rölti svona í kringum tjaldið og svona, jæja, herðu. Sparkaði þessi í þetta svona. Þannig, jæja, herðu, hvað, ég var að henda þessu upp eða? Ekki dráttakúla á þessu? Ég kann ekkert og það fer stundum alveg í töðunum mér hvað ég mikill auli, sko. Þú ert ekki auli? Já, þegar kemur það svona, ég er 10 þaumalputta. Ekki tala svona þig, vinur. Ég hef aldrei getað sett þetta tjaldið beinn, aldrei, bara ekki séns. Þú þarf bara að trúa þér. Ég hef ekki trúað mér í þessu og trú myndi ekki gera neitt fyrir mig þarna. Trúin flytur fjöll. Já, reyndar, en þetta bara einhvern veginn ekki fyrir mig. Hægt að læra eitthvað svona? Get ég lært að verða... Sko, þetta Get ég farið á eitthvað námskeið þar sem að mér kennt bara að verða pínu handyman? Sko, þetta er nefnilega eitt, sko, pabbi minn til dæmis, það er alveg sama hvað kemur upp, hann getur alltaf fiksað það. Hvort sem það er bíl eða eitthvað í húsinu. Já, mér langar að vera svoleiðis. Hann hendi bara upp garðskála og bílskúr og einhverju svona dóti og ég veit ekkert hvað hann lærði þetta, það fekast að þekkingu það neitt, sko. Fæðist ekki bara með þetta? Annarkvort ertu að handyman eða ekki? Ég veit ekki, sko, af því að það er einhvern veginn og svo er ég eitthvað, hann kann að gera upp bíla því að hann nólst upp í kringum bíla eitthvað, en ég meina, skilur, það er alveg sama, það kemur eitthvað ný aðstæða upp, skilur, og leysir þær allar. Já, ég veit það. Og ég er alltaf bara eitthvað, býtu, hvern get ég hringt í sem getur græðið þetta fyrir mig? Það er nákvæmlega sama hérna, ég er bara svona, hvað get ég hjálpað mér með þetta? Það er svona algengast á hugsunum mín þegar það þarf að gera eitthvað. En ert þú þá ekki eins og ég, eða ertu... Ég er meira eins og þú, já. Já, ok. Því að pabbi minn, hann er alveg eins og ég. Hann kann ekki að sjóða pulsur, sko. Þannig ég fæ þetta frá honum. Ég hef alltaf haldið ef að sko... Þú ert með léleg gen. Já, hann er satt með þykkt hár og grullur. En Þú fegst ekkert. Ég fekk ekki skalla frá honum. Nei, hann er algjör illi, sko. Hann á bara erfitt með að sjóða pulsu. Ég er alveg svo hann þegar kemur öllu svona. En ég get óskast, ég geti farið eitthvað og lært þetta bara.
sem að því að núna actually hef ég metnað fyrir, ég er orðin, þú veist, ég er ekkert að yngjast. En getur ekki farið í húsmæðraskólan í svona einn vetur eða eitthvað svona, þú veist, þú lært eitthvað svona... Myndi læra þetta að verða það? Ég held að þú myndir alltaf að læra svona aðeins að elda og strauja skyrtu og eitthvað svona, sko. Ég er kannski svona pínu sjálfbjarga þá. Já, þú myndir samt örugglega, ég held að ég kenni ekki að sko festa upp svona partytjald. Nei. En þau kenna þér örugglega alltaf að elda eitthvað svona, kannski baka köku. Já. Kanntu að baka köku? Nei. Nei. Ég kann ekki baka köku. Ég kann að elda svona, ég nota rosalega mikið George Foreman grillið mitt. Sett svona kjúklingabringur á það og grilla mér svona. Já, ég sagði sko, veist, ég get eldað og bakað, en ég get ekki gert við bíl til dæmis. Ég get það skipt dekk. Þó getur ekki gert við bíl, dreftu mikið. Ég er að tala um bara einföldustur hluti, sko. Já. Ég geti aldrei farið og gert við bílinn minn. En getur þú skipt dekk? Ég hef ekki reynt það, ég myndir hringja. Ég er nefnilega lent inn í sniði, sko, ég vissi ekkert hvort ég kynni eða ekki, sko, en svo sprakk á bílnum bara einhvers staðar niður á Granda klukkan svona 2:30 nótt. Ég myndi fara að grenja bara og hringja eitthvað. Já, ég ætlaði að fara að grenja, en svo prófaði ég mig áfram. Já, það er líka, veist það. Og ég gat það. Já, þannig ertu að hitta naglan á höfuði. Það er líka stundu bara að prófa sig áfram. Ég er svolítið hræddur við að reyna. Að henda sér út í djúpinu. Já, það er akkurat máli, bara að negla sér í þetta. Já. Svo var annað hérna, ekki það, sem að fara að ræða þetta teiti allan þáttinn, en það var eitt sem var líka leiðilegt. Ég var með hár, ég var Frodo, sem sagt ég var Hobbiti hérna á laugardaginn. Þú leitast að vera í búningum þar sem þú fara að vera með hár. Já, ég mun alltaf vera með hár í þessum búningapartíum. Og það voru svo margir sem voru að segja mig, vákátt ungluð með hárið. Ég bara, já, takk fyrir það, en þú veist það verður ekki þarna morgun, sko. Já. Þannig að þetta er eiginlega ekki hrós, það er basically verið að segja að ég sé 11 sköllóttur. Er það ekki? Já, mér finnst þú samt mjög unglegur. Þegar sætur. Ætti að segja þetta, ljúga. Nei. Við ætlum að fara hér í næsta lag í Cozy mánudegi hjá okkur og þetta er gamalt slagar, þetta er vinsalasta föstudagslagi hjá Svessa. Má ég segja þetta, ég hlakka til þegar koma sturlaðar staðreyndir eftir. Já, það eru að koma og svo eru líka að fara að hringja til Danmörkur, við erum að fara í nýrnisnótkun, það er alltaf að gerast þetta. Ég hlakka til líka. Þetta lag er, eins og ég segi, það vinsalasta sem Svessi tók hér þegar hann var með föstudagslögin hjá okkur. Þetta er Adele-slagari sem heitir Someone Like You, nema með Svessa Bergman. Skulum fá eitt rólegt og Cozy hérna á Cozy mann. Þetta er Chubby Little Loverboy eða Sverrir Bergman hér með fallega tóna á Cozy mánudegi hér hjá okkur Bjössa. Adele-slagarinn Someone Like You í, hans flutningi. En Bjössi, ég er búinn að vera að spyrja hér samstarfsmenn mína. Já. Ef þið mættu hitta hvern sem er í heiminum, einhverja 3. Já. Það er allir búin að svara nema þú og Sveppi. Sveppir á morgun. Já. Hvaða 3 þeir myndu vilja hitta? Já. Og þá er bara að vera að tala um, þú ert ekki að fara að hanga mikið með einstaklingnum, en þú færð alveg klukkutíma. Ok. Þannig að kæmi bara einhver álfur til því núna, myndi að segja, herru, jæja. En sko, ok, hérna þarf manneskjan að vera á lífi? Já, annars er svolítið erfitt að hitta hana. Ok. Hjöppi spurði líka þessu, það gengur ekkert sko. Hverja vildi Hjöppi þetta? Hann vildi þetta Hitler og Jesús en... Já, ég er nefnilega verið til í það líka. Ég væri mest til í það. Já, það þurfa að vera á lífi. En hverja valdi hann sem voru á lífi? Ég manna ekki eins og það búið mjög misjöfn svör sko. Egill Gils var með Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger og Nicolas Cage. Náttúrulega bara hans þroski. Pétur Jóhann vildi hitta strákana í Top Gear eða strákana í Depeche Mode, þeir eru vist 3 líka. Þannig að það er svona misjöfn svörinn sko. Já. En hvernig er listið þinn? Sko, ég var mjög erfitt með þetta. Ég var mjög erfitt með þetta. Gareth Bale á honum? Nei. Hann er ekki hann? Ok. Nei, af því að sko... Þú hefur hitt hann? Verður þetta ekki að vera sko eitthvað svona sem er mjög ólíklegt að ég muni hitta því að ég er að fá þessa ósk uppfyllta. Jó, þú ert að fá ósk uppfyllta. Það kemur bara til einn svona lítið álfur og segir, herru, þú fær klukkutíma með þeim öllum. Og munið þeir segja mér allt sem ég vil vita? Nei. Þú ert að ofugsa þetta núna. Er þetta bara svona eitthvað, þú veist, eitthvað svona hérna, eins og ég hafi unnið eitthvað leik hjá Kók eða eitthvað og ég fæ svona að sitja í einhverjum dinner og þeir svona nevallan en að vera þarna? Nei, þeir sína þér áhuga. Ok, við skulum hafa það þannig. Ok, og þeir vilja líka hitta mig? Þeir eða þær, já. Þetta er náttúrulega konun líka. Já, ok. Já, þeir vilja alveg hitta. En ein spurning líka, ef þetta er hérna mannskja eins og til dæmis Kim Jong-un frá Norður-Kóreu. Ekki hún á listanum við hann, hérna, nei, þú veist, ef þetta, kannski, skilur, hann kemur litið greina. Hún manneskjan. Hérna, þú veist, myndi vera túlkur. Já, bara eða skilur, eða gæti ég tala norður-kóresku? Þetta er bara eins og það Rodman hitt hann um daginn. Það var túlkur sem labbaði með þeim allan tíman. Þú fengið sama túlk. Það er reyndar geðveikt að þeir hafi bara verið að spjalla saman. Já, hann og Dennis Rodman eru miklu vinnir. Herru, fyrsti Er hann þá, ætlar að velja hann? Nei, fyrsti maður á listanum er Jerry Seinfeld. Ok, gott svar, hanna.
Þetta gaman, ég ánægður með þetta svar. Er það ekki? Jó, ég var alveg til eitt að Seinfeld. Já, það svona, ég held að það væri áhugavert og sérstaklega ég myndi svona spurja næs og hann væri ekki bara svona, ekki enn eitt Seinfeld á þáðandinn. Já, hann væri bara að sýna þér áhuga og... Já, hann væri til í smá spjall og svona væri í góðu geimi, sko. Já. Svo, sko, myndi ég vilja hitta eitthvað svona leader, eitthvað leiðtoga í heiminum. Já. Og, sko, er það ekki Barack Obama? Já, hann var á mínu listan. Já. Ég seti hann, mér finnst líka, sko, Obama, það er eitthvað bara svalt við hann. Já, mér finnst, sko, sko. Bill Clinton líka. Já, hann er ríkalega gáðaður, sko. Já, ég er að spáði að segja Bill Clinton frekar en Obama. Þú vilt hitta Clinton frekar en Obama, ok, þannig að það er Seinfeld, Clinton og hver er þriðið? Já, ég er rosalegum vandræðið með þriða. Ég er að fara að svara on the spot núna, sko. Já, ef þú svarar engu, þá myndir ekki að fá, veist, það færði bara að hitta 2. Þannig að þú myndir alltaf segja eitthvað í lokin. Hvað myndir þú segja svona? Ok, þá segir Gareth Bale. Gareth Bale? Já. Ok, lélega svar. Viltu frekar hitta Gareth Bale heldur en til og með David Beckham? Já. Er það bara, Beckham svona spennandi á mér að því ég veit að Gareth Bale er algjör lúði, sko. Þannig að mér langar ekkert, eða þú veist, skilur, mér langar alveg að hitta hann, en þetta er bara því að mér dettur ekkert betri í hug. En það er samt, sko, þegar þú heldur með fótboltaliði, þá er það besta sem þú getur komið fyrir þig, það er ef að besti leikmaðurinn í liðinu er lúði. Og nú er ekki að grínast, því að þá hann verður áfram hjá liðinu, ekki það spurning með Gareth Bale, þó hann sé lúði, kannski fyrir hann. En einhvern veginn það er aldrei vesen á svoleiðis mönnum, sér eins og bara munin á Messi og Ronaldo. Ronaldo er þvílíkur spaði, á meðan að Messi er bara á Adidas joggingalánum röltandi eins og fermingastrákur. Akkurat, og ég menna að tala um að Gareth Bale verði allavega 1 tímabil viðbútt. Já, það er óskandi fyrir ykkur spörsara. En ok, ég sé, hitt 20 er betra, Clinton og Seinfeld. Þannig að það er Clinton, Seinfeld og Gareth Bale hér. Þú veist, það er sann sko bara að því að mér datt ekkert betri hug. Ef ég fengi að hugsa í 10 mínútur viðbútt, en ég fæði það ekki. Þannig að ég þá segja Gareth Bale. Þetta eru bara reglunar, við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo ætlum við að hringja til Danmörkur, eða næst er það Sturla staðarindir, ekki missa þeim, og svo höldum við áfram með Kósi tónlist og fyrsta lag eftir auglýsingar er með þess að geggja lag, það heitir Run og er með Snow Patrol, en fáum auglýsingar fyrst. Rentatent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma og fyrirhöfn. Smálán Kretja er fljótlegasta og öruggasta leiðin. Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretja, einföld þjónusta. Agent.is í samstarfi við Tuborg og N1. Salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þér stuðlana og veldu íslenskt. Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Vinsælasti sjónvarpskokkur landsins mætir aftur á 50-daginn á Stöð 2. Grillaðu með Jóa Fel í allt sumar. Stöð 2 í liftrandi háskerpu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Já, og knattspyrna áhuga menn þarna úti vilja kannski vita af því að Crystal Palace er komið í efstu deild. Mikið rétt, voru að vinna Watford í úrslitaleikum síðasta lausa sætið í efstu deild á Englandi. Og það var einn fertugi Kevin Phillips sem skoraði sigurmarki úr vítaspyrnu í framlengingu. Varstu, maður spyrja að spilafíkilinn, vannst eitthvað pening á þessum? Ekki vera með þetta. Ég myndi aldrei. Ertu með allan peningin á sem leikann í Rúmeníu sem er beinni núna á síðunni? Herru, það var peningur á Palace og við erum að treysta á að Concordia Chiaina skori í Rúmeníu. Já, þú setur að bæðilið myndi skora. Já, og Panduri Targu Og svo talaði mann með reynslu hérna, voru það að passa þig. Panduri Targu Giu skoraði sko 7. mínútu. Glæsilegt, gaman að því. Við erum hér á Kósi mánudegi, ég vona, er ekki... Sko eins og ef ég væri núna bara á lagatum í vört að vinna, við vorum alltaf með tvíhauða þar í botni, sko. Ef þú kynnir að skipta dekk. Já, þá verður að skjóta okkur á hann á Twitter að henda sér út í djúbulögina hjá okkur verður að skipta dekk, meðan að sumir kalluðu það að gera sumarbústað eða eitthvað, að smíða sin eigin sumarbústað. En er ekki þægilegt að hafa eitt svona mánudag í mánuði þar sem er bara svona róleg og þægileg tónlist? Jú, það Ég held það, sko. Já, held ég.
En vonandi fílið þið það líka, kæru hlustendur, þetta er nú gert fyrir ykkur, en það er komið að sturlum staðreyndum. Yes. Ertu tilbúinn, Bjössi? Alltaf tilbúinn í sturlar. Það ekki. En, hversu sturlar er það? Þær eru nokkrar velsturlar. Ok. Ég veit ekki, ég veit aldrei hvernig ég að svara þegar þú spyrir mig hversu sturlar. Þetta er bara, það eru... Bara, svona, hvernig heldur ég verði eftir að hafa hlusta á þessar staðreyndir? Heldur ég muni bara sjá heiminn með allt öðrum augum af því að sturlunin var slík? Nei. Ok. Ég voni sérst ekki að draga eitthvað úr þessu, en ég held að vera ekki svo gott. En... Er ég ekki að fara bara ráð út á bílastæði bara, ok, ég veit ekki alveg... Þú ert ekki að fara að tapa hérna, sko? Ég veit ekki alveg hvað kom fyrir að nynni, en ég er nýr maður. En ég held þegar ég er búinn að lesa þér að þú hugsaðir, gaman að heyra þetta. Ok. Heilinn getur bara einbeitt sér að verkefni 100%, það er að segja 100%, í 7-10 mínútur í senn, svo fyrir hann að missa fókus. Já, ég til dæmis hætti að fá fókus á þennan útvarpsþátt klukkan 7:04. Já, þú varst bara að hlusta með fyrstu 7 mínútur. Já. Svo er það næsta, það er hollt að borða hórið úr sér. Og ég bara stað? Sturlu staðrind. Það finnst mér ógeðslegt. Nei, er ekki líka allt sem er vont ef það er ekki hollt? Nei. Étur úr þér hórið, Bjössi? Ég hef aldrei gert það. Þú hefur vist gert það sem krakki. Ekki einu sinni þá. Nei, aldrei. Það borðuðu allir úr sér hórið sem krakkar. Jú, ég er að tala bara úr 5 ára. Ekki einu sinni þá. Ég man nefnilega eftir því að hafa lent í vesinni að því ég var að klína hórin í vegg. Þú ert ekki þannig krakki að þú hefði verið 5 ára og bara, oi, ég er viðbjöður. Jú, ég klíndi hórin í vegginn. Ég er ekkert að segja að ég hef verið að éta þetta með skeið, en það borðuðu allir aðeins úr sér hórið. Ég sé alveg ennþá fólk gera það í dag, fullari fólk, og það er það versta sem hún sér þig. Ég hef aldrei logið þér. Ég borðaði aldrei hór. Ok, þá er ég bara að trúa þér. En kannski gerðu þér það bara mannst ekki eftir. En það er fullorðið fólk að núti sem borðar hór. Þú varst a tiny little baby, mannst ekki eftir kannski. Já, það er fullorðið, ég sé fullorðið fólk, ég er sko á rauðu ljósi, með puttan bara upp í heila að sækja sér mat. Það er eins og sumir sko, bara, ég held að hórætur, það er sko bara fari á rautt ljós og leggi þar til þess að éta hóruður sér. Maður sér þetta alltaf þar. En nú er allir að núti sem er í bílnum að keyra heim eða að fara í vinnuna eða hvað sem er að gera. Já, hættið að éta hór. En nei, það er hollt. Þetta er hollt. Nei. Þetta er ógeðslegt en hollt. Svo er það næsta ástæðan fyrir við fáum svona sveskjuputta þegar við erum í vatni. Já. Veistu hvað það er? Nei, er ég með forritinn? Já, nú ætlum ég að segja þetta. Svona lærir á að hlusta á þáttinn. Það er að því að við náum betra gripi í kafi þannig. Já. Þannig að segja hvað líkaminn er stórkostlegur. Þetta er gert fyrir okkur þannig að þegar þú ert í vatni að fara í sveskjuputta, því að við værum að ferðast svona í vatninu, þá myndir ná betra gripi á til dæmis steinum og öðru. Geðveikt. Já, þetta er gaman að þessu sko. Svo er það hér næsta. Má ég, þetta mér finnst mjög gaman að þessari. Má ég spyrja það svo litlu, er óþægilegasta spurning sem flesti fá. Og ég fór að hugsa út í þetta, það er rosalega mikið til í þessu. Ef einhver kemur til mín, tala ekki eins og bara fyrirhandi kærasta, eða bara hver sem er og segir, má ég spyrja það svolítið? Og færðu bara strax í maðan, bara hvað? Ég er svo forritinn. Já, en færðu ekkert eitthvað svona, þegar þú færðu þetta svona. En hvort finnst þér þetta eða við þurfum aðeins að tala saman? Sama, þetta er nánast saman. Mér þægilega verða. Viðbjóður, við þurfum aðeins að tala saman. Nú, okkur, erum við ekki að því? Erum við ekki að tala saman? Getur aðeins komið með mér í það, bara aðeins að tala við, það er bara hérna, það er svolítið mál í gangi, allir að tala svolítið sem þú veist ekki af og ég... Það er mjög óþægilegt. Svo er það hér, næsta, gírafar geta ekki geispað. Sturlu staðrind. Það er kannski ekkert sturlu staðrind. Maður er svo sem alveg búist við því. Er það? Já, bara... Þeir sofa ekki neitt, sko. 30 mínútur á dag. Já, bara eitthvað álíka. Já. Það er sturlu staðrind sem ég las hérna daginn. Já. Sérðu hvað ég er farin að vita? Þetta er allt hluti sem nýtast mér ekkert. Þú ert ótrúlega fróður. Ég er að vera mjög góður í trivial. Það er til rússneskur, þetta var svolítið skemmtilegt. Það er til rússneskur raunveruleika þáttur þar sem þú stelur bíl og ef að löggan er ekki búin að ná þér eftir 35 mínútur farið að eiga hann. Versta hugmynda þætti sem ég heit stór hættuleg samt. Ég meina að þú ert náttúrulega bara að botna bílinu Moskvu þá eða eitthvað, þetta var ekki orðin einn slís. Ég veit það ekki, rússarnir eru náttúrulega crazy sko. Já, rússarnir eru nett bilaðir, en þetta er raunveruleika þáttur þarna sem að þú getur kannski stjórnað svona þætti næsta haust á Stöð 2. Já. Ef þú stelur bíl og það er ekki búin að ná þér eftir 35 mínútur, þá mátt eiga hann. Já. Svo er það hér, það er ólöglegt að vera heimilislaus í Sviss. Er það ólöglegt? Já, bara banna samkvæmt lögum. Og hvað gerti þig? Handtekinn. Ok. Er það ekki bara fínt? Ég held það. Nei, samt, þú vilt náttúrulega ekkert fara í fangelsi. Það er náttúrulega viðbjörnslið þar, sko. Já, ég er sann og ekkert eitthvað gaman að búa á götun heldur.
Nei, en ég held að sé enginn sem að ákveða að flytur enginn bara á götuna, sko. Þeir fara ekkert með í eitthvað sing-sing fangelsi, þannig að bara, þú veist, fyrir að vera heimilislaus. En þú segir að það er ekkert gaman að, það er enginn sem vill vera heimilislaus, held ég. Það er enginn sem tekur bara það ákvörðun að flytja þangað. Ég er að segja að, þú veist, þeir fara líkt með hann í eitthvað grjótharðan, hérna, Klefa? Nei, reyndar. Pound me in the ass prison. Nei, kannski meira bara svona kvíabryggja. Svona kósí. Er það kósí? Já, var ekki Árni Jónsson búinn að koma upp einhverju rúmum þar og menn eru bara í golfi og gefandi hægðar? Já, ég spyr, hvað er kósí við það að vera sviptur frelsinu? Það er endar alltaf viðbjöður, en þetta refsing. Svo er hér næsta, medium skyrta í Bandaríkjunum er stærri en extra large í Kína. Þetta er mjög, við höfum tekið þetta áður, þessa. Var þess áður? Já, en hún er það góða, hún má vera tvisvar. Já, ég leyfi stundum að, þetta er náttúrulega hverjum degi, við erum búin að vera með þetta í ár, sko. Einmitt. Svolítið erfitt að vera alltaf með nýjar, en þetta er svona besta. Sumir myndu segja, er komin tími á einhvern nýjan lið? Ég segi nei. Þetta er sturlaða staðreyndir eru svo skemmtilegar. Já, það er náttúrulega fullt af nýjum liðum. Já, og það er líka fullt af sturluðu fólki að núti sem þarf að fá staðreyndirnar sínar. Það er rétt hjá þér, og svo kemur næsta, Apple þénar $5.000 á sekundu, sem er 650 skalltæpur. Ó, hvað er mikið? Já, bara núna er komið 1,2 bara, 1,3. Fuck. Já, þetta er rosalegt. Elton John, sem var einmitt að horfa í stúkunni á sína menn í Watford, missa sæti í úrvalsdeildinni, ekki náði, svona meina. Hann breytti nafninu sínu og... Ég skal segja hvað hann hétt. Hann heitir Reginald Kenneth Dwight. Já, en sko, hann er náttúrulega búinn að breyta nafninu sínu í Elton John. Já. En veistu hvað miðnafnið hans er? Millinafnið hans. Elton John millinafnið? Já. Nei. Hann heitir Elton Hercules John. Það er eitthvað... Mista töff. Já. Hvaða millinafn myndir þú velja þér þú mættir breytið eitthvað svona töff? Auðun Batman Blöndal. Ég náttúrulega hef millinafn og það er Bragi. Það eru umrætt nafn. Nei, það er mjög gott. Hvað myndir þú vilja vera með? Auðun Batman Kristjánsson. Það er náttúrulega geggja. Ég myndi vilja heita Blöndal. Það er þetta Björn Blöndal, Bragi Arnarsson. Það er aðeins einn Björn Blöndal. Nei, það eru tveir. Er það tveir? Já, Stjörnuljósmyndir náttúrulega líka. Já, og svo hérna og náttúrulega Alþingi, já. Herðu, svo er það síðasta. Þá væri við þrír. Þrír Björsa Blöndal, maður. Já, Björn Blöndal, Bragi Arnarsson. Þá væri við 4 blöðpúb. Já. Herðu, það er síðasta. Það eru sjálfsalar í Japan, þessu er komið áður en mér er nú líka bara það áhugaverði á hvað að taka náttúr. Það eru sjálfsalar í Japan sem dreifa símanúmerum hjá fólki sem eru á lausu. Þú skráið þess að hjá okkur þjónustu, svo getur þú farið bara í sjálfsala, já, best að kaupa sér eitt númer. Japan er eitt trillt. Það verður bara eitthvað símanúmer. Það er svo, já, maður sjá, hvað heitir þessi? Þessi heitir Nuki og þetta er númerið. Æ, ég prófa bara. Nuki, ég var að kaupa nafnið þitt í sjálfsala. Já. Heldur þetta myndi ganga á Íslandi? Nei, heldur ekki. Ekki séns. Þetta voru sturlaðar staðreyndir og Bjössi, ég spyrði hvaða sturlaðar staðreind stóð upp úr þennan mánudaginn? Það var náttúrulega breytt sigur í dag. Hvað var það? Og það var með yfirburðum og það var þetta með rúsinuputtana í vatni. Já, það var ógeðslega gott. Svo fannst mér líka hérna með skemmtilegt með raunverulega þáttinn í Rússlandi. Já, það var gott líka. En þær voru allar góðar, við skulum halda áfram hér með... Það er ekki hægt að gera upp búinlega staðrendina, það er bara eins og að gera upp með debatana sinna. Það er rétt, við ætlum að ringja hér til Danmörkur eftir smá stund og skamma Dani fyrir að hafa bara gefið okkur 1 stig í Eurovision, við gáðum þeim 12, þetta er bara ekki sanngjarnt. En við ætlum fyrst að halda áfram með Cozy mánudag, það er komið að næsta Cozy lagi og þetta er eitthvað Bjössi sem að... Ja, við höfum hlustað nokkur sem saman á þetta lag. Mástu við rúin að byrja? Já, þetta er gott. Það var þetta vinsalasta lagi á stöðinni. Ljúi tónar. Nún Lana Del Rey hér með The Video Games. Stundum, þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Sýnum andstæðingum okkar virðingu, þrátt fyrir mismunandi skoðanir. Þá er meiri líkur á að tekið sér marka okkar eigin skoðunum. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Er ekki komin tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni leið og salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Dreymir þig að verða atvinnuflugmaður eða einkaflugmaður? Sumir draumar geta auðveldlega öðlast vængi. Kynntu þér flugnám hjá Flugakademíu Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Alvöru eldgrillaðir hamborgarar og heimalagaðar sósur.
Hamborgarasmiðjan, Grensásvegi. Pepsi-deildin hefur aldrei verið sterkari. Stórleikur í Vesturbænum þegar KR tekur á móti sjóðheitum Blikum. KR Breiðablik, mánudag klukkan 19:45. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöð. FM 95 Blö á FM 957, kósí mánudagur hér hjá okkur Bjössa í þessu, svona haustveðri, ef að þannig má orðið komast. Já, haustum sumar. Já, við erum búin að ræða þetta nóg í dag, við getum ekki verið að væla endalaust yfir þessu veðri, en það komið að því að ringja til Danmerkur, Bjössi. Já. Því að það var Eurovision, ekki núna helgina, heldur síðustu. Já, og við ætlum að halda áfram að tala Eurovision svona allavega fram í júlí, eða ekki? Jó, bara svona eins og fólk gerir. Já. Það ennþá Eurovision stemming í mannskapnum og Danir unnu. Já. Og allt í lagi með það, flott lag þeim. Já. Mér fannst það svona með flottara lögun með Jóhann. Já. En þeir gáfu okkur 1 stig. Það skandall. Já, og þeir gera það einhvern veginn alltaf. Á að vera að segja mér daginn, Danir gefa okkur aldrei neinn stig í Eurovision. Já. Og af hverju það? Það það sem við ætlum að komast að. Það nákvæmlega það sem við ætlum að Ég meina við sáum bara hvað, rússar þeir ætluðu bara ráðast inn í Azerbaijan því að þeir gáðu ekki rússum stig. Já. Og það nákvæmlega sem við ætlum að gera. Og við þurfum líka svona að standa saman Norðurlandaþjóðum. Já, segi það líka. Þetta alveg, við ætlum að hringja hérna, ég er með númer á einhverju kaffhúsi og einhverju bakari hérna, maður sjá. Já. Þau eru örugglega að bíða eftir símtali á borðið þetta. Já. Já, þetta náttúrulega ekki hægt, við gáðum þeim 12 stig og ég veit að við erum svo miklu auðlar gagnvart Dönum. Ég veit, við höfum verið löng og hægt að snoppa fyrir þessu lið. Þetta hundleðilt á montið. Simpsons. Yes, hello. Do you speak English? A little. A little bit. Hello, my name is Arden Blondell and beside me is Björn Breie. So hi, Björn. Yes. Hello. Hello. Hello, what is your name? Jane. Jane? Yeah. Hi, we are calling here from Iceland. Yes. And first of all, I want to congratulate you with your victory in Eurovision. Oh, thank you. Congratulations. Yeah. Congratulations with Teardrops. Yes. Only Teardrops. Yeah, only Teardrops. Yes. Do you like that song? No. No. Okay, nice to hear. Why do you guys from Denmark always give Iceland just 1 point? I don't see it, so I cannot tell you. But this always happens. Yes, why are you calling me? We give you 12 points because but are you calling me because of this, or what? Why are you calling me? Because it hurts. It hurts. We are like, cousins. Okay, bye. And you give us 1 point. Vissi upp á sig sökina. Hún vissi upp á sig sökina. Bara dauðskammaði sig. Maður heyrði strax að hún var að kjósa fullt af öðrum þjóðum heldur Ísland. Já, svo þóttist hún ekki að vera að horfa. Þessu var helviti góður. Einmitt. Kanntu annan, sko. Já, heyrim ykkur lögum minna. Hello? Hello? Yep. Do you speak English? Yep. Yes, hello. My name is Arden Blondell, and beside me is a Bear Breie. I don't know who this is. No, it's okay. I have a question for you. First of all, congratulations with your Eurovision victory. No. Yeah, I don't want to. Why don't you give Iceland points? It hurts. Yeah, I don't want to talk this. Why did you only give Iceland 1 point? See you. What? Hey, don't you turn your back on me. Heyrðu, þetta sko, þau eru öll með í þessu. Já, það líka bara, leið og segir Ísland, það vita allir hvað er gangi. Nei, ég vil ekki tala um þetta, þetta er bara eins og, þú veist, ef við verðum að ringja í, Þýskaland og tala um helförin eða eitthvað, þau eru svo viðkvæm fyrir þessu. Þau vita alveg að það má ekki ræða þetta. Já. Þau vita upp á sig sökina, og það er enda gott, það er gott að heyra. Ég ætla að sjá hérna, segja koma einu staði viðbót, það er ekki eftir upp hérna, sko. Det er Else. Det er Else, hej, det er Ødi. Hvem er det? Det er Ødi. Ja, og hvad vil du? Ja, jeg vil få vite denne mark, hvorfor du giver islændinge bare 1 stig i Eurovision. Ved du hvad, du har ringet forkert nummer. Hvad skal du give 1 stig? Þetta er ótrúlegt. Hvað?
Hún bara skellti strax á. Leið og sagði reitt í Eurovision. Er eitthvað mánudagsþinga þarna í dönum? Nei, þetta er bara, sko... Þetta pakkið, maður. Þau skammast þín, sko. Já, ég veit það. Herðu, Björsi, hérna, nú er ég komið með alvöru. Það er DRB-an, við ætlum að hringja bara í DR, hérna... Já, sem er bara RÚV Danmerkur. Já, þau sjá stígin og allt. Já. Og spyrja bara hvað er í gangi. Fyrst að almenningu vill ekki tala við okkur. Já. At vi i maj måned opgraderer vores systemer. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt... Yes, hello, is this DRBN? It's Danish Broadcasting. Yes, Danish Broadcasting. Hello, yes. My name is Arden Blondell. Yes. And beside me is Bear Breyer. Hello. Okay. We are calling here from Iceland. And, Björsi, spyruna? Yes, we were wondering, first of all, congratulations on the Eurovision contest. Thank you. Thank you very much. But we feel a little hurt because... You feel hurt? Yeah. Because we always give you 12 points and you never give us anything good. You gave us 1 point this time. You gave us 1 lousy point. And oh, that's not enough. No. Why is this? Why is so this? You're asking me why that is? Yeah. As a representative of the Danish nation. Yeah, I don't know. But did you vote? No, I didn't vote. Did you watch the contest? Yeah, I did. Yeah, Eyþór Ingi put on one hell of a performance. He sang on Icelandic, which is bold and beautiful, but nobody from Denmark gave him points. You gave us 1 lousy point. Did you hate Eyþór? I think that's a game. You have to call back tomorrow if you want to speak to anybody. Is this a conspiracy against Iceland? Oh, yeah. Okay, thank you. Bye. One more thing. Heyrðu, leið og ég nefndi að það var samsæri, þá skellt hún. Já, þetta er samsæri og ég nenni ekki tala um fleiri dani. Þetta er augljóst. Leið og ég nefndi að það var samsæri, þá var, já, ok, nei, bless. Já, máttur ekki gera þetta. Þá eru einhver komin svona pikk í öxlin á henni bara, heyrðu, skellt á henni. Og munið á næsta ári, aldrei kjósa Danmörku. Já. Því að nú fyrir við að spila þetta eins. Já. Þetta er bara ekki hægt. Hart mætir hörður. Já, þetta voru Danir og þeir voru ekki þessir. Á þessum mánudegi, Blöndal og Björn Bragi með ykkur hér. Eins og alltaf á mánudum. Það heldur nú. Styttist í netmisnotkun og hún er hér rétt og eftir. En Björsi, þú varst með eitthvað fréttanda með það ekki? Jú, heyrðu, ég var að sjá hérna frétt. Það er forstjóri Google sem hefur miklar áhyggjur af því að af þú veist, krökkum úlingum á netinu og segir að mistök þeirra, svona úlingamistök, muni aldrei hverfa. Af því að núna netið man allt. Já. Það er, þú veist, þegar við vorum ungir. Já, maður er eiginlega bara það heppinn, við erum það heppnir að það var ekkert internet þá. Já, svona, þú veist, það var svona bara að byrja eitthvað, það var ekki komin þessi samfélagsmiðlar, sko. Nei. Þannig að svona eitthvað Facebook og þú veist, allar þessar myndir, sko. Já. Við varum algjör fáiði, sko, sem úrlingur og vorum að gera alls konar hluti sem ég myndi ekki vilja væri sem væri til í dag á netinu. Já, akkurat. Já, það er enda góða punktur. En þetta er svona eitthvað sem að því að þú veist, það er allir bjánar, þeir eru svona ungir, sko. Og það er bara eðlilegt, eins og er eðlilegt. En eru til dæmis eins og úlingar í dag, já, veist ekki þá, ég var svo sem ekkert úlingur þá, en svo, sko, veist, er ennþá verið að gera túttubissur og svona rugl. Ég veit ekki, þú náttúrulega, ég ólst ekki upp á Sauðárkróki árið 1960 eins og þú. En varst þú aldrei í því að gera túttubissur? Nei, því miður, sko. Nei, ok. Ég fór að hugsa daginn hvort er það bara eitthvað fyrir norðan? Nei, menn kann alveg túttubissur. Eitthvað fyrir löngu síðan, sko. Já, fólk er alveg hætt í dag. Ég held að það hafi verið bara 1920-30, eitthvað svona. Varst það erfiður úlingur, eða? Ég var ekkert svona alvarlega erfiður, skilur við. Ég var ekki, lemja einhvern veginn eitthvað svo leiðis. Nei. Ég var svona bara, þú veist. Hefur þú lent í slagsmálum? Eitthvað mjög saklaust bara. Já. En ég var svona bara, vorum að hrekkja eitthvað, skilur við. Já. Eða þú veist, svona gera einhverja hrekki, ekki hrekki einhverja personu, heldur eitthvað svona, þú veist, símat og eitthvað svona fyndið. Já, ég skilji. En það var alveg fyndið, sko. Já. En þú veist, þetta er svolítið góð pæling, sko, með að því að maður er ekkert að hugsa eitthvað, í framtíðin er ég að fara að vera að vinna hérna á virtum stað og ég ætla nú að passa, setja ekki mynd á rassinum og vera inn á netið. Maður pælir ekkert í því þegar maður er 13 ára, sko. Það er alveg góð pæling, sko. Já. Þannig að hann hefur áhyggjur af þessu forstjóri Google. Já, og hann segir, sko, Star Wars strákurinn á YouTube, sem er að sveifla hann að sverðinu. Sem er eitt af mínum uppáhaldsatriðum bara ever. Já, hann tjáði sér nýlega hvað áhrif myndbandið hafði á líf sitt. Hann fór eitthvað þunglindið ekki greið. Og þetta semst fór hann á netið fyrir einhvern 10 árum. Já. Og þessi Gíslain Rasa, eins og hann heitir, segir að eineltið sem hann varð fyrir vegna myndbandsins hafi verið svo slæmt
Hann flosnaði upp úr skóla og endanum var lagðurinn á barna- og úrlingageðdeild. Já, þetta er bara skelfilegt að heyra. Já. Þannig að þið skulle passa ykkur farið varlega hvað þið gerir á netinu, þið sem að eruð að hlusta. Og ekki reykja krakk. Nei, og alls ekki. Áfram í skóla. Áfram í skóla og engin eiturlyf. Fara hér í skilaboð, svo er það netmisnotkun, ekki missa því. Happadrennan, skemmtilegt að skafa. Er ekki komin tími á alvöru tónleika á Ísland? Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Nú er boltinn hjá þér, Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnaleginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóðar fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Nú eingöngu 10 dagar í Keflavík Music Festival. Tryggðu þið miða á keflavíkmusicfestival.com eða á næstu N1 stöð. Það er ekki beint kósi en flott lag einhvað að síður. Ná að lauma sér inn hérna eftir auðlýsingar. En þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og það er komið að dagskrálið sem er alltaf hjá okkur á mánudum og heitir netmisnotkunin. Já. Förum við á netið og förum inn á Facebookið eða Twitterinn hjá einhverjum og svona. Skoðum hvað er að gerast. Já. Og við erum konum með gamla vinkonu í dag. Já. Þessu hefur verið áður í netmisnotkunni og hún heitir Vala Grand. Já. Og ég var að fara hérna inn á síðuna. Fyrsta sem ég sé er bara lunch meeting with my two bosses. Elska þessa snillingar. Brynjar og Arman. Það er hérna vor hess. Já. Vala svona hessar en þeir en allir í stuði samt. Two bosses. Já, two bosses. Veitu, hvar vinnur hún? Ég veit það ekki. Er hún ekki komin í samkeppni af okkur í einhverju útvarpi? Minni það. Já, ok. Hvort hún að vinna eitthvað annað með. Hún elskar þessa snillingar. En svo kemur hér Ólafur Árni Torfason setur hérna á síðuna. Góðar fréttir, ég er að verða pappi. Vala Grand er 4 mánuði á leið. Whoop, whoop. Já. Og Birgitta Sif, hún tekur sér til og kommentar fyrst á þennan status og skrifar: Vá, besta face-rip sem ég lesið. Hlæjandi kall og svo bara ha 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 ha. Já. Og já, þú ert að missa, það er hérna fyrir ofan sko. Hún segir Vala Grand, alltaf gaman á þrumunni FM 103,5 ha 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 ha. Já, ég sé það, já, hún er að vinna það greinlega á þrumunni á FM. Og Ólafur segir, ætli Facebooki verið nokkuð tíma að opna aftur í vinnunni, he he. Og Vala Grand segir, no, I learned it the hard way, ha 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 ha. Og þá kemur líka Svavasafi, já. Svavasafi? Já, það er kapslokk, ha ha ha. Bara ha 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 ha, svo 2 háa, ha. Ég þá að verða frænka. Já, hún ætlaði að skrifa ég þá. Já, hún var svo æst, hún hló svo mikið, hún gæti ekki skrifa Nei, hún skrifaði Já. Já, svona með við statusinn, þá lítið það út, ha. Svo bara, vá, besta face-rip sem ég lesa. Þannig að það er stemming á, skal ég segja, þrumunni, FM 103,5. Já, þetta er besta face-rip sem hún hefur séð. Já, bara langt besta mér. Já. Svo kemur hér My Monday song, Have a Nice Day All, Kisses, og það er Harry Nilsson, Everybody's Talking. Það er mánudagslæginnar Völu. Og svo kemur hérna eitt sem ég ætla að ræða við þið, sem varði mitt ástæðan kveikjan að Vala yrði í netmisnotkunni í dag. Því að hérna er status sem ég sá í gær hjá henni, þegar ég var heima að chilla. Guð, með vaffi, Guð, ég vaknaði grátandi. Punktur og 3 upprópunarmerki. Og ég veit ekki eins og af hverju 3 upprópunarmerki. Voðalega er þetta eitthvað skrítið. Hefur eitthvað
í þessu. Já, þetta var örugglega hefur einhver lent í þessu. Eða lent. Já, hefur einhver lent í þessu. 3 upphrópunarmerki. Og já, kemur Brynja Sigurgeirsdóttir, hún byrjar svona á kommentarum og segir já, bad dream, broskall. Þá kemur Vala Grand. It felt more like a sad dream. En mannaði ekki einu sinni hvað ég var að dreyma. Tilfinningin voðalega dark. Og svona hissakall. Og Brynja svarar þá að örugglega ekkert sem skiptir máli fyrst manst ekki eftir. Kissu blikkall. Vala. Já, kannski rétt. And why was I crying? Svakalega weird að vakna svona. Kemur Agnes hérna að drífa vinkona hennar. Hef lent í þessu. Yfirleitt byrja gráturinn í draumi og maður vakna við það. En meðvitundin fylgir ekki alveg með. Ég hef líka vaknað í fíl út í Kæró og man ekki af hverju. Furðulegir þessi draumar. Er fólk bara alveg að vakna grátandi? Já, þetta er skrítið. Linda Björk Sigurðardóttir, hún gerist næstum alltaf hjá mér. Grátandi og rennblautt af svita. Þetta nú bara eins og fólk hafa lent bara einhverju hræðilegu bara. Já, en nú spyr ég þig, Bjössi, hefur þú lent í þessu að vakna grátandi? Nei, ég hef ekki lent í. Ég vakna yfirleitt öskrandi upp úr svefni, sko. Já, færðu mikið að martröðum? Það var svona, þú veist, finnst mér ég aftur að komin til í Víetnamstríðið. Já. Nei, ég fæ engar martraðir og ég hef allavega aldrei vaknað grátandi eða öskrandi eða kófsveittur. Eða jú, nú kannski einhvern veginn vakna sveittur. Rómi í hlíti. Já, ég hef alveg vaknað pínu sveittur eftir martröð, sko. Já. En svo er hérna síðasta, Vala Grand, mástu, við vorum að ræða daginn og hún er reyndar hægt að vinna með hashtag á Facebook eftir að við sögum henni frá þeim. Já. Þér í netmisnótkunni. Já, akkurat. En hún er ekkert feimin við það að hendina hún sé á lausu, single lady. Og hérna skrifa Vala Grand, Senorita Pizarro, hún er sem sagt að takka stelpunar inn í statusinu. Já, takka nokkra stelpur á það. Já, Senorita Pizarro, Elisabeth Viljámsdóttir, Agnes Drífa og svo Herborg Nanna farið að koma heim til Íslands. Aftur stelpur er farin að sakna ykkar I am single með caps lock. Þið þurfa að fara að passa mig, bitches. Já, það er allir á eftir henni. Já, það þarf að passa upp á hana völu. Þetta var misnotkun í dag. Ertu með eitthvað og að tjekka okkur fleirum með það? Ég var svo sem ekki með neitt sérstakans. Nei, hjá Óla hérna gengur allt bara út á Óli það gengur allt út á hérna Keflavík Music Festival eða ekki? Jú. Sem ég er enda fann að hlakka til að fara á, verða því ekki en það. Já. Og Óbygeir hringdi í mig og skrifaði hérna og jú, þetta er allt bara það. Sleppum þessu bara. Hann fæ frí í daginn, Óli. Þetta var Vala Grand hér í netmisnotkunni og ég hendi inn á Twitterinn áðan hjá mér og inn á Facebookið, FM95 Blöð Facebookið, hvaða lag fólk vildi svona helst heyra á Cozy Mánudegi. Já, og hvað er fólk að segja? Já, þetta hérna lag fekk ansi mörg atkvæði og margir að biðja þetta og ég fíla það því að þetta er líka eitt af mínum uppáhalds. Sem báðum þetta hér á Cozy Mánudegi, hljómsveitin Band of Horses og lagið heitir Funeral, virkilega flott lag hér á ferð. Gullfallegt. Já, rólegt og gott, en ég ætla að spyrja það, Bjössi, ertu búin að fara í bíó nýlega? Nei. Ekki? Ekki nýlega, en þú? Nei, mér langar svo frá Gatsby, ég ætla að spyrja hvort þú vissi hvað þú væri. Já, nei, það nefnilega er eitthvað sem ég á eftir að gera. Ég er mjög spennt fyrir það, því að Leonardo DiCaprio er í miklu uppáldi á mér. Já, er hann ekki bara orðin besti leikari heims í dag? Hann er allavega á topp 5 hjá mér. Já, topp 3 hjá mér, ef ekki 2. Hvaða leikari er svona meira svona ávísun á velgengni heldur en hann? Ég bara sé ekki leiðilega myndir hann. Ég sé hann ekki hér í þessu herbyggi. Nei, ég sé ekki marga myndir með honum. Þannig eru vondar, sko. Nei, ég meina hann er stórkostlegur. Já, af því að þetta með sem svo, ég hefði getað sagt Brad Pitt fyrir ekki svo lengur síðan. Já, hann er búin að hafa morgar skrýtnar. Já, hann er búin að vera svona upp á síkast. Það var Pittar honum vantar smá slagara. Já, ég er að skoða sko núna á IMDb, síðustu myndir Leonardo DiCaprio, þetta er eiginlega allt einhver snill, nema reyndar þessi J. Edgar sem ég held að hafa verið léleg, ég nefndi ekki að Já, ég fór reyndar ekki á hana, já. Það er svo lélega dóma, sko. Hvað fær Gatsby á Internet Movie Database? Gatsbyin er að detta í 7,5. 7,5, það er mjög gott þar. Það er allt í lagi. Ég fór í bíó á föstudaginn, föstudagskvöldi. Já, hvað ég fór að sjá Fast and the Furious 6. Shit. Og hvernig var hún? Hún er, þú veist, þú varst náttúrulega bara, þú veist alveg hvað þú ert að fara á, þetta er Fast and the Furious. Þannig að maður er bara í þannig gýra, þá er hún hrikalega skemmtileg, sko. Hún fær 7,8. Já. Ég sá líka hún fekk hérna 4 stjörnur í Monitor. Fekk Fast and the Furious 6. Já, myndin er frábær, sko, en það er mátt sleppa lokaadriðinu. Já, það er að fara að spilla því fyrir... Nei, alls ekki, það kemur bara, ég er ekki að spilla neinu, það kemur hérna eitthvað flugvéladrið sem er... Þú veist, þetta er í trailerinu líka, sko, hann er ekki eiginlega neitt og er eiginlega bara algjör óþarfi. Nei, ég skil ekki. Myndin svona var eiginlega búin. Já. Það er bara svona, herðu, eigðum
nokkru milljónum við viðbót og lengjum hann kortir. Það líka orðinpínu þannig með alla myndir, það verða að vera meira en 2 tímar. Mér finnst það mjög leiðilegt þróun. Já, ég alveg fínt að sjá mynd sem bara svona 90 til 100 mínútur. 100 mínútur fullkomin lengt á bíó. Já. Hvað svona besta bíómynd sem þú séð upp á síðkast? Ferðu kannski ekkert mikið í bíó? Jú, bara þegar það kemur eitthvað góð. En ég var í flugvélum daginn og þá horfði ég aftur á Shawshank Redemption. Já, og Office Space. Vá, langt sinni svo Office Space. Shawshank Redemption náttúrulega bara eins og besta allra tíma. Já, eins og besta og Office Space eins og fyndasta. Já, getur ekki verið sammála því. Office Space mjög skemmtileg, hún ekki einn fyndasta mynd allra tíma. Hún æðisleg. Skulum ekki tapa okkur, Bjössi. Við erum með myndir eins og Dumb and Dumber, Cable Guy. Við erum með Old School. Ég sagði hún ein Ron Burgundy. Já, Office Space í þessum hópi. Ég get ekki sett hana, hún kemst ekki top 10 hjá mér. Allan daginn. En já, endilega hendur ykkur á Fast and the Furious, hún fín. Ég að spá að kíkja á Gatsby, nei, það Game of Thrones. Kíkja á Gatsby. Það líka Game of Thrones hjá okkur klukkan 8. Já, bolti, það rétt. Við erum að fara hér í... Ekki glemma því. Auglýsingar, svo það lægi á leið. Herru, hvað á ég að hafa á lægi á leiðinni heim? Ég ætla að velja það núna. Það búið að vera kósi allan daginn. Já, ég með það. Spurningum að vera þá með hressandi lag á leiðinni heim. Nei. Rífa okkur í gang. Nei. Ertu með eitthvað hugmynd? Já. Ok, fáum auglýsingar fyrst. Ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni leið og salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Látum ekki ólíkar skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan sýnir 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnaleginu Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass, 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Gus og Páll Óskar verða á þjóðhátíð í Eyjum. Náður í miða á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Stórkostlegur tónlistarmaður. Lagið heitir Lost. Já, hann samt búinn að koma bara eins og Stórnsleipur síðustu mánuði. Hann hefur ekkert gefið út marga plötur eða? Þetta ekki bara ein plata? Hann var alltaf að semja fyrir aðra. Það eru nokkri sem hafa verið í því, bæði hann og Kanye West og svona. Og alltaf að semja lög og gefa þau. Ekki gefa þau? Ekki gefa þau. En hann fengið eitthvað borga fyrir það. Fullt af pening fyrir það. En fóru svo bara að syngja sjálfur, eins og bæði hann og eins og ég sagði Kanye West. Já, hann hefur bara gefið út 2 plötur held ég. Hann, Frank Ásson, hann búinn að gefa út 2. Já, ok. Já. Þannig þú getur ímyndaðir ef hann var ekki byrjað að syngja sjálfur, þá hefði einhver annar fengið þetta lag. Já, nákvæmlega. Þetta kannski verið vinsælt bara með Britney eða eitthvað. Kannski þetta bara ein plata sem hann gaf út. Nú, varstu ekki að segja 2 eða? Jú, ég eitthvað að reyna að skoða þetta hérna. Já, ok. En það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Þetta 2 plötur. Mánudaginn. Eða með 2 plötur. Ok, frábært. Búið að skora aftur þarna í rúminu eða? Býttu að ég tjekka því. Heldur að hlustendur séu spenntir? Nei, ég held að gæti ekki verið meira sama. Okay. En ég held hins vegar að hlustendur séu spenntir fyrir lagið á leiðinni heim. Það er ekki búið að skora í rúminu. Það er ekki búið að skora í rúminu. Þannig að þetta tapar penning. Nei, ég meina þeir munu skora á eftir. Heldur það? Já, ég vona það, skilti ekki borga leguna. Ég vona ekki. Hérna, já, við Bjössi, við völdum saman lagið á leiðinni heim.
Og þetta er hljómsveit sem að ég væri náttúrulega til að sjá tónleikum, en þeir eru hættir held ég. Já, allavega ekki sama fjörið þeim og var. Nei, ég segi mig þá og ég held mér að ég séu hættir. Já. Og þetta er hljómsveit sem að, svolítið aðstæðanlegt að segja frá því, þegar ég var úlingur, þá safnaði ég var gríðalegu Nirvana aðdáandi. Já. Og safnaði öllu með Nirvana. Já. Og svo safnaði ég líka geisladiskum með þessari hljómsveit og bara út af þessu lagi sem ég er að fara að spila. Ég átti með þeim 5 diska eða eitthvað. Já, en það er svona gott band. Já, en ég hlustaði aldrei á diskana. Nei, bara lagið. Já, bara þetta eina lag. Ég eiginlega safnaði diskomistrar hljómsveita því mér varst töff að halda upp á. Nú. Og ég er að viðurkenna það núna. Já, ég var 13 ára eða eitthvað. Já, mér fannst það nefnilega, ég er eiginlega aukt. Mér fannst það góð tónlist, en mér fannst ekki töff að halda upp á það. Nú, ok. Já, svona erum við ólíkir. Ólíkir, en þetta er hljómsveitin R.E.M. Og lagið á leiðinni heim þennan mánudaginn, það er svona, já, aðeins fjörur en það sem við höfum verið að spila. Samt alveg nett cozy og heitir Losing My Religion. Það var vel við Völu Grand núna. That was just a dream. Já, ég var vaknaði grátandi. Þá var þetta vel við. En svo Vala, hann lendi í greið. Waila. Vaknaði grátandi en vissi ekki af hverju. The Grand Waila. Já, Grandarinn. En það eru ansi margir Íslendingar staddir í Köpen núna. Og las það bæði á Twitter og vissi líka bara því. Ég þekki nokkra Íslendingar sjálfur sem eru úti. Og það er út af Queen Bee. Já, Beyoncé Knowles. Já. Það er að tala um það, sko, ég var að lesa bara hérna las ég á Twitter, íslensk innrás í Kaupmannahöfn hef hitt á 3. tug Íslendinga þetta og grunaði telli 100 frekar en tugum Beyoncé. Já. Og allir að fara að sjá Beyoncé Knowles, værið þú til í að sjá hann á tónleikum? Já, ég væri mjög til í það, sko. Hún er líka bara, taka núna einhverja, sko, Danmörku, Svíþjóð og Noreg. Já, hún er að fara hann Norðurlöndin. Eftir ég sá hana hann á Super Bowl, þá var ég að viðurkenna það. Ég var alveg til að fara á tónleika með henni. Já, og svolítið leiðilegt að, þú veist, þetta lið nennur aldrei komið til Íslands. Nei, er það ekki bara því að það er úr dýrt að fá þau? Jú, þú veist, það er svo fáir sem að, skilur... Ef þú ættir að fá Beyoncé Knowles til að vera með tónleika í Íslandi... Það þurftir að selja svona 20.000 miða og miðin væri örugglega 12.000. Já, það er alltaf leið. Það myndi kannski borga sig. Já, menn eru alveg til að borga 12 skall fyrir Beyoncé. Er það? Já. Er ekki orðið svolítið dýrt þegar það kostar 12-20.000 á tónleika? Hvað var þetta gamla góða 5.000 skallin á Rammstein? Það er búið að breytast aðeins. Það eru breytti tímar. Það eru breytti tímar, sko. Hvað kjaftaði það, maður? Nei, ég meina, sérðu þetta lið þarf að borga flugfar og hótel og læti, sko. Já. En þá ertu líka, skilur, fólk fer ekki til Danmörku bara til að fara Beyoncé. Já, en... Fyrir að versla og hafa gaman og svona. Hvernig, hvað hljómsveit vilt þú mest sjá á tónleikum? Hvað var ég mest til að sjá á tónleikum eða hvað var ég mest til að fá til Íslands? Bara á tónleikum? Ég væri mest til að fara á Guns N' Roses. Ok, og ef þeir myndu bara koma til Íslands, bara í öllu sínu veldi? Það myndu aldrei neitt taka sjensin á að fá Guns N' Roses til Íslands. Nei, ok, segjum að vera tónleikar og þó að væri bara Axl Rose hefur aldrei verið í betra formi. Já. Myndur ekki borga 50 skall fyrir miðan? Hérna á Íslandi? Já. Nei. En ef það væri bara trilltir Guns N' Roses tónleikar? Já, ég myndi borga... One time only. Ég myndi aldrei borga meir en 25.000 fyrir miða tónleikar. Það er ódýrar en að fljúa til kannski Bandaríkjana og þurfa að gista og... Fara að sjá það þar og eitthvað. Já, ég skil alveg hvert þú ert að fara með þetta, sko. Já. Ég er ekki villisengur. Ég myndi bara ekki borga 50 fyrir tónleika. Myndur þú að gera það? Þú ert að druknisæðlum, ekki ég. Það er svo helviti góður. Þú ert alltaf eitthvað, herri, kallin er svo loaded núna. Þegiðu hann leiðinda bísið. Hvað væri þú mest til að sjá? Þú varst á þann eitthvað, kallin er svo loaded. Og hérna... Ég tala um þetta svona. Kallin er svo loaded. Hvað er þú mest til að sjá? Sko, mér langar eiginlega mest að sjá, mér langar eiginlega að sjá Red Hot Chili Peppers. Já, hefur ekki séð það? Nei. Það er endar, þeir eru ansi ofalega á mér líka. Já. Ég held með þess að það var nú ungu maður sem reyndi að fá Red Hot Chili Peppers til Íslands, það bara gekk ekki. En Metallica kom, ef Metallica gætt komið, þá hlýtur Red Hot Chili Peppers. Já, en þá var öldin önnur, sko. Já, reyndar. En þetta næsta lag er spilað, sérstaklega. Það snýst gengið. Alla sem eru stattir þarna úti í Danmörku, ég veitur ekki að hlusta, en Beyoncé Knowles með Halo hér. Auðvitað Blöndal og Björn Bragi er búin að vera með ykkur síðan 4 í dag á þessum cozy mánudegi. Við erum að spila cozy tónlist í allan dag. Við erum líka cozy strákar. Já, það er líka spilað inn í veðrið og svona og mánudagur og ákvæm að hafa þetta cozy. Það er 1 lag eftir og það er svona mitt uppáhalds cozy lag. 1 lag enn? Já, en þetta er ekki það enn. Það er 1 lag enn. Það er 1 lag enn eftir í cozy mánudeginum okkar. Svo kemur Rikki G hérna og verður með ykkur til 9. Ertu búin að velja hérna lagið? Já. Næst síðasta lagið? Já, bara síðasta, já.
og því verður ekki haggað. En að gá bara hvort að eitt lag enn sé til á FM 957? Já, ég hef spilað, það er til. En af hverju spiluðu það ekki? Af því að það er... Hvað þarf ég að gefa þér? Ég skal gefa þér hvað sem er. Nei, ég skal bjóða þér út að borða. Ég get lofa þér, þetta tengist því sem vorum að ræða á hann. Ok, eitt þetta. Getum við sett sko eitt lag enn á eftir næsta lagi, þannig að þegar Rikki G kemur þá er eitt lag enn í gangi? Já, skal gera það fyrir þig. Ok. Það er annar mál. En það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur Bjössa og þakka ég, þér Bjössi, kærlega fyrir daginn. Heyrðu, þakka þér. Sannur heiður að vera þetta með þér og takk kærlega fyrir að nefna að hlusta á okkur í dag, kæru hlustendur. Við Sveppi verðum mættir hér á morgun klukkan 4 í miklum fíling. Við verðum að hringja í móðu mína til dæmis og ég get ekki sagt af hverju, en það ætti að geta verið skemmtilegt. Og fleira, fastir liðir sem er á þriðjudögum. En takkið vel á móti Rikka, Bjössi, hvernig kvöldi? Já, þú ert náttúrulega bara fyrir í bolta á svona. Já. Akkurat. En herðu, það var að vera að benda mér á það að hérna inn á Twitternum, það kostaði minni mig 18.000 á A-svæði á Metallicum, segir Þorvaldur Einarsson. Nákvæmlega. Já, eins og ég sagði ég myndi alveg borga 20.000 fyrir Guns N' Roses, en ég myndi ekki borga 50.000. Ég held að kosti 13.500 á Frank Ocean. Já, en það er bara alveg eðlilegt. Já, ég veit það. Það kostar pening. Það er dýrt að fá þetta lið hér til landsins, en síðasta lagi í dag tengist með hljómsveit sem að ég væri virkilega til að sjá á tónleikum og myndi borga hvað mest fyrir að fá til landsins. Tala nú ekki ef að Duff McKagan, Slash og allir væru með Axl Rose. Það er bara ekki þannig í dag. Ég var eins og mest til að sjá Stjórnina og hún er beint á eftir þessu lagi. Já, þetta er auðlýsingur eftir þessu. Við þurfum að enda þetta á Don't Cry. Og svo eitt lag en ekki. Takk fyrir daginn. Leiðin á Keflavík Music Festival er það þjóðhátíð og leiðist að tjalda. Forsalan er hafin á rentatent.is. Salan hefst. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Krappís Engifjöröl kynnir. Allir leikir í beinni á risaskjá. Enski og meistaradeildin. Engispub við Austurvöll. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatarinsun hjá efnaleginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.